Þú var 3-2 sigur í kappaskiptum leik, hvernig horfði þetta við þér? Þetta var fyrsta skipti að liðið mitt var að spila ping-pong leik og þetta eitthvað sem ég var ekki ánægður en ég var bara mjög ánægður með karakterinn hvernig við komum tilbaka eftir fyrra leik og vorum 1-0 undir og komum bara rosa sterkir tilbaka, snúum bara þetta í 3-1 og þetta var bara smá spenni í lokum en við klárum bara þetta vel og það bara eina sem tölur. Eins og þú segir, þið 1-0 undir í hálfleik, komnir yfir á 6:50, hvað breytist í hálfleik? Ég meina við fórum bara yfir hlutina sem vorum að gera illa bara í fyrra leik, hvorki þetta í pressunni á boltamann og líka liðið var ekki jafn kompakt eins og var bara allt svona við vorum svolítið eftir þeim sko í fyrra leik og fórum bara vel yfir það og talum bara saman að halda haus sem skipta máli. Það var bara gekk þetta allt annan í setni sko. Svo virðist þið alltaf ganga frá þeim í seinni hálfleik, þá skoraði marka á loka mínútunum, 80. mínútu eða svo. Þannig að þetta gerir þetta bara meira sætara fyrir vikið ekki? Já, ég meina hver sigur bara sætur og maður svona fagnar hver einasta stík sem vinnur og þetta var bara líka svona rosalega mikil sigur út og við erum svona í svaka baráttu til að vinna þessi fyrsta sæti sem okkar markmiðu. Þetta bara mjög gott. 10 stig, 4 leikir eftir, og snemmt að segja til hamingju með pepsideildarsæti? Já, það ósnemmt og ég búinn að halda bara strákana og allt bara fólki svona jörðin í allan tíman og við ætlum að gera það áfram og vinna bara vel núna í vikunni undirbúið að leika móti Selfoss sem bara hörkulið og þá getum talað saman betur eftir þennan leik. En ef við tölum hreint út, ekki ástæða til að vera bjartsýnn allavega? Já, við erum bara mjög bjartsýnn og búin að vera bara allan tíman. Utan frá byrjun þetta var svona bara allt í okkar hendum og þetta var bara snýst okkur sjálfa og við bara haldum áfram að gera þetta sem vorum að gera bara allt vetur og sumar. Það ekkert öðruvísi.